Áriðartur, svona var nokkuð ánægð með eigin frammistöðu til þessa? Já, ég myndi alveg segja það sko, bara þú veist, bara sáttur með þetta, búin að nýta færi nokkuð vel eða bara mjög vel og bara þú veist, já, heilt yfir ánægður og gott að byrja þetta bara krafti. Já, það er náttúrulega, þú fékkst þarna, já, varst stöðvaður svolítið illa hann í hraðahlaupi í gær en það hefur sloppið? Já, ég gerði það, svona óþægileg lendingin og fekk svona svolítið högg hann á öxlina en það var svo sem allt í lagi, mann bregður stundum bara líka þegar maður lendir í svona atviki því það er nú ekkert kannski beinlega svona venjan að þegar maður er að fara inn í galoppi hraðahlaup að sé keyrt í hliðina á manni svona en ég er óskaddaður eftir það. Og svo er það bara, já, það að gíra sig upp í, já, hálfpartinn úrslitaleik á morgun? Já, ekki spurning, bara eins og maður getur horft á þetta. Þetta er svona, já, úrslitaleikur að fara með þessi 4 stig áfram og það er sjálfsög ekkert mál að gíra sig upp í þann leik. Við erum allir spenntir að takast á við Slóvenana og við erum bara að byrja að undirbúa okkur og undirbúningur hefur gengið vel myndi ég segja og við erum bara klárir. Það er ekkert endilega alvaran byrja á morgun, eða lítið á það kannski þannig eða? Já, ég myndi segja að alvaran byrja bara, þeir eru komið saman hana í janúar og byrjum að preppa, við þurfum að byrja strax og það er mjög mikilvægt en að sjálfsögðu, þetta voru svona kannski ekki þessir aðstæðingar sem spiluðu við í fyrstu 2 leikjunum, Grænhöfðaeyjar og Kúba, þetta er náttúrulega ekki góð lið á Slóvenía en samt sem áður bara þegar á móti hefst, það er náttúrulega bara mikil alvara og það er bara mikilvægt að koma klárir í alla þessa leiki til þess að bara halda áfram að láta hlutina tikka og byggja á það sem við erum búin að vera að vinna að og að sjálfsögðu þessi leikur, hann verður erfiðar á morgun en þessi 2 sem við spilum en við mætum bara stefndir í hann og gerum okkar besta. Að undanskildum held ég 2 leikmönnum þá var þetta svona sami hópur og var hjá Slóvenum í Ólympíuleikunum í sumar, liðið sem hafnaði í 4. sæti. Þannig að þetta er bara eitt af sterkari liðum jafnvel mótsins þeir eru að fara að mæta. Já, ekki spurning, þeir eru vel mannaðir og eru með marga góða leikmenn en við erum líka með marga góða leikmenn og erum vel mannaðir þannig að þetta verður bara sjálfsögðu erfið leikur en við verðum bara að mæta klárir og vera vel einbeittir, það er mjög mikilvægt, þeir eru með margar útfærslur og eru með mikið af svona einhverjum, hvað maður segja, svona taktískum atriðum sem við þurfum að vera vakandi fyrir þannig að það er bara, já, ótrúlega mikilvægt að mætum klárir en þetta er sterkt lið. Og þetta er líka lið sem að refsar fljótt? Já, ekki spurning, það er bara þannig í þessu núna á þessu stigi móts í öllum þessum leikjum, öllum þessum liðum sem við erum að fara að mæta hér eftir, það er bara þannig að við erum með einhvern klaufaskap í sókn, við erum að tapa boltanum okkur svoleiðis og við skiljum okkur ekki tilbaka, þá er okkur bara refsað, þannig er þetta bara í sportinu í dag á þessu hæsta leveli, þannig að ekki spurning, það verður þannig á morgun.